Já, eins og þið vitið, þá erum við búin að vera með opið hérna í hádeginu á virkum dögum og brönnsum helgar í rúm 2 ár og núna ætlum við að fara að opna á kvöldin líka. Mér langar að segja ykkur aðeins frá þessu. Að sjálfsögðu ekki allt tilbúið því að það rúm vika þangað til við opnum. Spenningurinn er gríðarlegur. Við ætlum að hafa þetta svolítið öðruvísi heldur en í hádeginu. Við ætlum að poppa þetta svolítið vel upp. Þetta verður svona fjölskylduveitingastaður með stórglæsilegt Disney-herbyggi en aðalmálið að sjálfsögðu maturinn. Og þar leggjum við alveg höfuðáherslu að vera með fjölbreyttan mat frá hinum ýmsu löndum. Við ætlum að taka Indland, Malasíu, Singapúr sem ég segi ykkur betur frá eftir. Komið með mér, ég ætla að segja ykkur frá þessu. Hérna eru strákarnir Gunnar og Stefán að undirbúa. Við erum að stúdera svona hvernig við ætlum að hafa kvöldin. Við erum svona að æfa okkur aðeins. Og svo hérna ætlum við að vera með forréttahlaðborð. Þar er með grafið nautakjöt, við verðum með rækjur og krabbasalat og svona í indversku karrí. Þegar þið eru búin að fá ykkur forréttina, sushið, 5-6 tegundir, alveg stútfullt forréttahlaðborð, þá ætlum við að vera með allt fullt af mat hérna. Hérna ætla ég að vera með Singapúr-núðlur, með tígrisrækjum, spicy chili, lemongrass og svona spennandi brauð. Hérna bakvið, hérna munum við saga alveg úr granítinu hjá okkur. Við ætlum að vera með tandoori pot, hita hann upp með kólagrill, þannig að færði þetta alvöru indverska bragð. Hérna ætla ég að vera með, og að sjálfsögðu verðum við með tandoori kjúkling, tandoori skötusel, með grænu karrí, ofboðslega skemmtilegur réttur. Hérna ætla ég að vera með yakitori grill, það sem er svona réttir frá Malasíu. Við verðum með svona satay sticks, við verðum með naut, lamb og kjúkling í því. Við gerum út á það að vera með, þetta verður fjölskylduvænt staður með Disney-herbyggi þarna inni og svona þeirra veröld. Þannig að við verðum með rétti fyrir börnin, lasagna til dæmis og alls konar svoleiðis rétti. Og svo endum við þetta á því að við tökum svolítið Ameríkun í þetta. Þar er með heilgrillaða nautaribba með bernesósu og öllu meðlæti sem getur hugsast. Jæja, þá komum við að rúsinin í pilsendanum. Hérna ætlum við að gera desertvegg. Allt borið fram í litlum skemmtilegum einingum. Við ætlum að vera með deserta eins og til dæmis crème brûlée, fullt af vanilu. Hérna verður heit frönsk súkkulaðikaka. Við verðum með deserta frá Ítalíu eins og panna cotta, kókospanna cotta, panettone búðing, mjólkubúðing og svo með að börnin náttúrulega fá sér nammi eins og þau vilja. Þegar þau eru búin að því, þá geta þau fyrir að leika sér í Disney-herbygginu sem ég ætla að sýna ykkur líka. Þetta er svo Disney-herbyggju okkar. Hérna er svona veröld krakkana, Bósi ljósaðar og tigri sem ráða ríkjum hérna. Hérna erum við að búa til stóran Mikka Mús sófa. Það er lítið sjónvarp á veggnum hérna. Hérna snýst allt Disney. Krakkarnir geta lita hérna. Við verðum með eldavélina þar sem þau geta eftir sig að elda og haft gaman. Þannig að hérna geta þau slappaða á meðan að foreldrin eiga góða stundin á veitingastað. Starfsfólk 19. býður þau hjartanlega velkomin í veisluturninn í Kópavogi.